Verið velkomin kæri áhorfendur. Nú ætla ég endilega að taka fyrir dæmi þar sem við getum sýnt fram á sérstakann eiginleika sem fylgir í að vera með jöfnur. Þar sem að við erum með tvær staðsetningar sem er ekki lengur leyfðar í jöfnunni. Og við þurfum núna aðeins að passa okkur. Og það er þannig að við tökum eftir að það er 1 deilt með x eitthvað stær hérna, sérst x er fyrir neðan strik. Og það veldur okkur smá vandræðum. Að því leytinu til að við getum strax séð að x má alls ekki vera jafnt og 3, vegna þess að ef við að vera jafnt á 3 þá myndi önnur hlið jöfnunnar deila með 0. Og heldur má x ekki vera jafnt og -2, vegna þess að -2 plus 2 er jafnt á 0 og þá myndi við deila aftur með 0. Þannig ef við myndum taka talnaáseminn, sérst ekki jafnt og, ef við myndum taka talnaáseminn og myndum setja 0 staðsetninguna með hér, þá er ég strax búin að útiloka það að ég má engan veginn fá x-skildi sem að má vera jafnt á 0. Sérst að það er engin garantí fyrir því að það má ekki vera á 3, eða jú, það er garantí fyrir því að það má ekki vera á 3, það má heldur ekki vera á -2. Þannig að hvað svo sem x-skildi er, þá vitum við allan að minnstakosti að það má ekki vera þessum hérna 2 stærðum, vegna þess að ef það sé jafnt á 3, þá fáum við deilt með 0 og þá verður það óskilgreint. Og við erum ekki svo hrifin á óskilgreindu föllum. En hins vegar að sama skapi, þá fáum við líka að vita, einmitt vegna þess að jafnan er sett þannig upp, að vegalengdin sem við erum að ferðast eru raunverulega 2 vegalengdir. Hver svo sem sú vegalengd er, hvort hún sem minni eða stærri en 3, er ekki ennþá almennilega vitað. En hins vegar ég veit fyrir víst að önnur lengdin, það er 5x mínus 3, og hinn vegalengdin sem við erum að ferðast á sama skapi og uppfyllir nákvæmlega sömu vegalengd, það er svona jafnt að merkja milli þeirra, er 6 deilt með x plus 2. Og hugmyndin er svo að við ætlum að reyna að finna út í hversu stórt þarf x að vera til þess að geta uppfyllt báðar þessar vegalengdir í jafnari stærð og lengd eins og hægt er. Við erum núna búin að garantera þegar að þessi hérna 2 skilyrði verða alltaf að vera uppfyllt. Ef það sé ekki uppfyllt þá getum við ekki tryggt það að við erum að fá lausn. Sett fyllt. Og þá byrjar fjörið hjá okkur. Við erum núna búin að tryggja það að x með ekki vera jafnt á 3, það má heldur ekki vera, og nú ætla ég að gera svona lítinn hatt, þetta hérna þýðir og að x má heldur ekki vera jafnt á -2. X má ekki vera jafnt á 3 og x má ekki vera jafnt á -2, og undir því skilyrði þá ætlum við að reyna að leysa þessa hérna jöfnu sem við byrjum með upphaflega. Þannig að við byrjum með jöfnuna 5 deilt með x mínus 3 er jafn stórt og 6 deilt með x plus 2. Og eitt af því sem ég ætla að leyfa mér að gera núna er vegna þess að ég sé strax að x plus 2 er fyrir neðan strik og x minus 3 er fyrir neðan strik og ég er ekkert rosalega góð því að leysa svona hluti, er að ég ætla að lengja með x plus 2 fyrir ofan og neðan strik. Og nú ætla ég að fara að nota sviga og svigarnir eru með til þess að aðgreina hvenær við erum að margfalda á báða hlutina og hvenær við erum að margfalda á annan hlutin. Og, nei, úps, afsakið, það er ekki x plus 3 sem á að vera þarna. Það er víst aðeins að laga hérna. Það var ekki að vera fyrir neðanstrik, ég var víst aðeins að flytta nú mikið. En þetta er ennþá með sama forminni eins og áður. Sérst ég margfalda með x plus 2, báðum með jafnaðarmerki, þannig að kemur x plus 2 hérna. Og það sem að gerist hér er, ef ég bara margfalda ekki fyrir ofan neðan strik, heldur báðum með jafnaðarmerki, er að x plus 2 gengur út með hvort öðru. Þannig eftir stendur bara 1. Þannig við fáum 5 sinnum x plus 2 deilt með x mínus 3 er jafn stórt eins og 6 stærðir af einingum, hverja svo sem þær eru. Og síðan getum við margfaldað sikkur með jafnaðarmerki vegna þess að við erum ennþá með stærð fyrir neðanstrik með stærðinni x mínus 3 sinnum x mínus 3. Og þá er það sem gerist eins og áður að það ganga út öðru megin við okkur. Þannig að þessar 2 stærðir ganga út og við fáum eftirstandandi 5 sinnum x plus 2 er jafn mikið eins og 6 sinnum x mínus 3. Og núna þurfum við bara að margfalda inn í svigana, þar segja við þurfum að margfalda hérna inn og síðan hérna inn og síðan þurfum við að margfalda hérna inn og hérna inn. Þannig við margfaldum sérst hvert lið inn í sviganum fyrir sig.
Og það sem hefur gerst eiginlega hérna er að ef við skoðum línuna sem við vorum með áður, við vorum með línuna áður þar sem við vorum með svona eitt deilt með ykkur vegalengdir, þá er það þannig að það breytast yfir í að vera ein vegalengdin sem er þekkt og önnur vegalengdin sem er líka þekkt til þess að vera 5 plus 2 og hinn vegalengdin er 6x minus 3. Ef við myndum margfalda núna út úr svegunum, þá myndi það vera 5x plus 5 sinnum 2 sem er 10 er jafn stórt eins og 6x mínus 6 sinnum 3 mínus 3, það er 18. Og núna getum við gert þessar tvær línur, getum við reynt að draga frá og bæta við og guð veit hvað eina. Þannig ég ætla að byrja á því fyrst að leggja 18 við sikkur megin við jafnaðarmerki. Þannig að ég bæti við 18 sikkur megin við. Þannig að það er 18 plus og síðan plus 18 hérna. Það sem að gerist er að þessi hérna stærð verður í 8,0. Þannig við fáum eftirstandandi og 18 plus 10, það er bara 28. Þannig við fáum eftirstandandi 5x plus 28 er jafn mikið eins og 6x. Og núna ætla ég að draga frá sikkur megin fyrir jafnaðarmerki. Sami litur. Þess að mínus 5x og mínus 5x. Ég set plusinn hérna fyrir aftan vegna þess að mínus 5x plus 5x er ennþá jafnt 0, alveg eins og plus 5x minus 5x er jafnt 0. Þá fáum við 0 út af þessum hérna lið og þetta er heldur aðeins áfram og við öllum þetta bara áfram í gegn. Þannig að fáum við 28 er jafn mikið eins og 6x minus 5x, það gefur okkur 1x eftir tilbaka eða x verður jafnt á 28. Það er að segja að við getum leyst þessa jöfnu einungis ef x er jafnt á 28. Og þá þurfum við að vera viss á því að núna erum við komið með lausn og lausnin er svo að x-ið verður að vera jafnt á 28 en er einungis undir því skilyrði að x-ið er ekki jafnt á 3 og að x-ið er ekki jafnt á mínus 2 á sama skapi. Þannig að núna skellum við bara upplýsingunum inn og sjáum hvort við fáum eitthvað skynsamlegt út úr þessu, hvort ég fór rétt að eða ekki. Þá fáum við 28 mínus 3 og hérna fáum við jafnt og síðan kemur hérna 6 deilt með 28 plus 2. Þannig að pröfum að sjá hvað kemur út af þessu. Þannig að hérna fáum við 5 deilt með, og þetta hérna verður 25, en þess að 28 mínus 3 er jafnt á 25. Kemur svona pílað hana. Og hérna fáum við 6 deilt með 30. 6 deilt með 30. Eða 5 deilt með 25, þetta er umlega sama eins og segja 5 deilt með 5 sinnum 5, en þess að 5 sinnum 5 er jafnt á 25. Það er allan að nokkuð víst. Þá er það 5 sinnum 5 og að sama skapi þá getum við tjekka hvað gerist hérna. Hérna eru við 6 deilt með og núna erum við munað 30, það er sama að segja 6 sinnum 5. Þannig að þetta byrjar strax að líta vel út. 5 að ganga út, 6 að ganga út. Þannig að við eftirstöndum með form þar sem við erum með 1/50 er jafn stórt eins og 1/50. Þannig að svarið er rétt og staðsetningin okkar er satt best að segja ekki 3. Við erum náttúrulega að muna vegna þess að það þurfum að færa aðeins hérna til, en þetta er nú ekki neitt rosalegt samt sem áður. Sjáum til. Hérna verum við 1/50 í staðsetningu og við megum heldur ekki fara á staðsetninguna 3. Það er að segja þegar sameiginlega punkti sinni í x jafnt á 1/50. Það er eftir að x er jafnt á 28 en staðsetningin sem eru báðar jöfnurnar eru jafnar hvor annar er 1/50 í því formi sem þær eru. Þannig að þetta er allan að svari fyrir þessa hérna jöfnu. Og helsti parturinn sem er alltaf erfiði, það er einmitt þessa útreikningar með algebruna að geta margfald að svega út og þátta og svo framvegis. En annars er hugmyndin nokkuð einföld og það er einmitt að finna jafnar vegalengdir. Þannig segi takk fyrir mig.